girl, við erum mættar, finally. Yes. Þetta gengur mjög brösulega hjá okkur að taka upp þátt, en við erum líka bara busy gals. Busy gals, En með margar nýjungar og fréttir og alls konar. það alls konar nýtt Er að gera. reveal núna eða? Ha? Er reveal á nýja stöffinu sem Nei. við erum að... Nei, ok, afsakið. Það ekki reveal, en það alveg, já, verðt að fylgjast með. Ég held að við ættum bara að posta sneak peek á herra plani Instagram síðuna, Já. TikTokið. Og, Sem kemur þá eftir að þessi þáttur kemur út. já, Já. þannig að við séum svona, já, All við right. erum að fara að gera svolítið skemmtilegt. Af því að fólk er alveg búið að vera að spyrja, sko. Já, akkurat. Þannig að people are excited, við erum excited og já, þetta kemur í gang fljóðlega. Ok, I like it. En hvað ætlum við að tala um núna? Herðu, við ætlum að tala bara matvæli og lífrænar vörur. Já, Og- svolítið svona toxic matvæli eða Já. svona hvað skal borða og hvað skal ekki borða. En samt svona ekki á þann hátt að við erum eitthvað bann, skam, skilur. Nei, það er bara gott að vera meðvitaðar. Já, eða svolítið bara svona, þú veist. Íta undir það að fólk tjekki hvað það er að borða. Já, ég hugsa líka bara að við erum alveg svona duglega að leyfa okkur. Þú veist, við megum alveg leyfa okkur, skilur. Já, Mér sko miða við að við erum alltaf að tala um eitthvað svona toxic shit, Já. þá er alveg nokkri toxic hlutir sem ég er með í lífinu mínu og ég gæti alveg girt mig betur með. Hver er hann? Nei, djók. Djók. Ok, sko, ég get bara sagt það, eitt af því er svitalyfjaeyðir. Já. Þú veist, ég á alveg organic one, en hann alltaf blokkar ekki þannig að þú svitnar í gegn. Já. Það kemur samt bara góð lykt og allt það, en stundum, eins og þú veist, ef maður fara að djamma eitthvað og vilt bara ekki svitna, Já. þá á ég alltaf venjulegan svona toxic one, skilurðu? Ok, ég reyndir ekki þar. Ég tek bara organic svitalyfjaeyðir. Já. Ég bara nota ekki svitalyfjaeyðir á tímabili, en Tannkrem, ég á tannkrem sem er með flúori, sko. ég nota flúorlaust tannkrem. Já, þú notar flúorlaust. Ég er smá svona down the rabbit hole í ákveðnum hlutum þarna. Já. Þú veist, þegar kemur að einhvern veginn snyrtivörum og þú veist, húðum, heyrðu, ég reyndar viðurkenna make-upið mitt mætti alveg vera tekið í gegn, en það er bara erfitt að finna góðar organic snyrtivörur. Ég veit það er málið, sko. En En hins vegar, sko ég er hins vegar, já, með svona skincare og þannig, það er að mestu megnis organic hjá mér, sko. já, en síðan líka finnst mér skincare og organic svolítið erfitt saman, af því það er meira kannski svona, þú veist, mætti minnka, þú veist, að hafa ekki perfjúmi, þú veist, það er Já. svona ákveðnar svona vörur, eða ákveðin efni í þeim sem þú Já. veist eru kannski endilega vera organic en eru kannski harmful þannig. Já. En við ætlum ekki að ræða um snyrtivörur, við ætlum ekki að ræða Ég á samt flúorlaust tannkrem, Tannkrem? FYI. Ég bara á heitt líka og ég nota það oftar. tannkremi, þú veist, er það eitt samtalið að vera flokka brundi matvæli, put it on our mouths, fyrir út, Já, ég myndi alveg segja það, sko. samt, sko. Sko ég er alltaf að koma með auka influence in my life sem að er að taka til í þessum Taka til í þér í hjartanu. í þessum litlu hlutum sem ég hef valið mér að hafa in my life sem eru toxic. Já, Að þá er komin utanaðkomandi áhrif Já. sem að eru að, hjálpa þér. já, Það er gott, það er gott. Þegar áhrifinu er góð, þá er það gott. En síðan líka bara gott að gera sitt eigin research, þannig að allt sem við erum að segja hér, já, þú veist, það er líka bara eitthvað svona, ok, þú veist, kannski er þetta eitthvað sem höfðar til ykkar, en gerið ykkar eigið research öllu. já, Þetta, þú veist, ef það er eitthvað sem þið eru svona, ég veit ekki alveg með þetta, ég veit ekki hvort það hentar mér, tjekkja á því. Kannski erum við bara að tala frá okkar sjónarhorni Já. og hvað við höfum reynslu af og Já. hvað við höfum heyrt og sumt research eða sumt ekki. já, algjörlega, sko. En þú veist, svo er líka bara, já, þú veist, það eru mýtur mat og það eru til alls konar svona, hvað sem það er alls konar svona sem maður er bara, ok, þú veist, er þetta svona svo slæmt eða þú veist, er þetta, þú veist, ef maður er, ok, þú veist, það er bara alltaf að drepa okkur. Já, en sko, við lifum náttúrulega bara þannig í þannig society að þetta er bara kemur úr öllum áttum. Já, Og einhvern veginn, ef maður ætla bara allt í einu cold turkey að fara að breyta lífinu sínu, þá er þetta svolítið mikið sjokk, af því að allt í einu getur ekki bara að fara í eina búð, þú þarft að fara í 6. já, ok, þetta Til er þess líka, að bara svona taka rétt hlutina, skilurðu. já, Þannig að maður kannski byrjar ekki alveg þar, en maður velur svolítið svona fyrst. Já. Svo smán saman verður þetta meira og meira og þetta verður auðveldra. já, þetta snýst svolítið heldur bara líka að, þú veist, velja hollari kostin. Já, bara alveg eins og þú veist, þegar maður er að koma frá því að vera bara eitthvað að éta kíló nammi á dag, seg, Já, skilurðu? sem ég hef verið þar, Já, algjörlega. bara eitthvað fyrir 10 ár, fyrir 15 árum, skilurðu, bara nammipóki og núðlur. Já, ég bara, þú veist, sem bara úrlingur, ég held ég að bara nammibókurum eins og deg. Já, Minn þetta þetta er bara- kröts í grænu nammibókunum, Þú veist, þú ert bara
að geta bara eitthvað ógeð, bara krabbamein í dollu, skilurðu. Já, and we're still alive for now. En þú veist, svo einhvern veginn byrjar maður að taka til og borða, þú veist, hollan mat, en svo þú veist, þegar maður er actually komin á þann stað að fara að flokka hollan mat niður eftir hvort hann sé lífrænn eða ekki, skilurðu, eða það sem er talið vera holt, allt í einu kannski ekki holt, skilurðu? Já, það er náttúrulega bæði, þú veist, maður þarf svona að passa sig, að það þarf að vera náttúrulega organic label á því. Já. Þú veist, að það er bara, þú veist, það er ekki allt organic, bara eins og við ræddum áðan, þú veist, kaffi, það er ekki organic ef það er ekki label organic, þú veist, þú getur verið með kaffibunni sem er ekki organic. Akkurat. Og það er mygla oft í kaffi. Já. Þannig að það þarf að vera eitthvað svona mold free. Já. En sko líka eins og bara með þetta. Ég drekk ekki þannig, ég drekk bara eitthvað svona, eitthvað shit. Ég kaupi lífrænt kaffi. Já, ég þarf að fara upp. Það fannst í Hagkaup. Já, það? Ok, geggjað. Það er fyrir Nespresso. En þú veist, það leiðilega samt við Nespressoið sem að ég náttúrulega átti að mig heldur ekki á. Það er náttúrulega plast. Já, og wasteful og sorry. Ég veit að þetta er ógeðslega leiðilegt. En það sem ég ætla að segja með, þú veist, maður skiptir yfir í healthy mataræði. Þú ert samt kannski ekki endilega komin yfir í healthy mataræði af því að þú ert með, þú veist, alls konar bindiefni og sætuefni og, þú veist, bullshit, eins og bara hleðsla er ekkert holl, sko. Nei, það er náttúrulega fullt af sætuefnum í henni, sko. Já, og bara einhvern veginn, ég áttaði mig aldrei á því af hverjum ég var oft svona út þaninn og eitthvað þegar ég var að borða svona prótínvörur, af því það er svo mikið gervidrasl í þessu. Þannig að, þú veist, að borða hollt versus að borða clean er allt annað. Það fer bara, þú veist, eins og út í paleo-mataræði, heitir það ekki? Paleo, jú, það ekki. Þú veist, það sem þú ert að reyna bara að velja vörur sem eru bara með fæstum innihaldsefnunum, bara 3 ingredients, eins og ostur. Ef þú kaupir ostykki og þú lest aftan á, það er ógeðslega mikið, bara bindiefni, litarefni, bla, fucking bla. Bara af hverju getur ostur ekki bara verið ostur? Bara tjörna. Nei, þú veist, af því að svo ertu með ostykkin, það er eiginlega bara 3 innihaldsefni. Heyrðu, talandi get útúr, ég er svo sjokkur. Já, hvað með það? Ég keypti burrata á stundaginn, sem er ekki burrata. Og hérna, þú veist, kúlurnar, hérna gumsinu inni, þú veist, óslega góður svona mozzarella kúlur, en það eru svo mjúkir inni, veist ekki hvað burrata er. Ok, ég er ekki mikið þarna, sko. Svo góður ostur. Ok. Ein svona kúla, þú veist, þeir sem elskir burrata, you guys know, kostaði fucking 1000 kall. Já, við erum að tala kostnaðinn. Nei, bara ég er í sjokki. Því ég var eitthvað svona, þú veist, ég var að búa til eitthvað svona svaka fyrir mig og Lein og þú veist, þessi kúla dugði valla fyrir okkur 2 og hún kostaði 1000 kall. Oh my lord. Ég þurfti aðeins bara maturinn kaupið það, ok. Ræðum það seinna. En já. Sko, og þú veist, maður er náttúrulega bara að láta taka sig þurft í hvert sinn sem að fer að inn í súpermarkaðinn. Ég myndi að vera versla fyrir 7 manns en allt er lægi. Það er bara OnlyFans mætt, sko. Hvað? Make a living. Where are those feet pics? OnlyFeet. Já. Við erum að fara að kíkja á það. Þetta er ekki lægi, sko. Nei, akkurat, ég sé það. Hvert er þetta land að fara? Til Fjóndals. Já, Jesus, herru. Hvert? Við erum bara búin að þetta. Þetta er búið, við erum hægt að tala þetta. Nei, heyrðu. En ok, allavega, back to the food. Við viljum allavega svona reyna að svona leiða ykkur þá leið að fara í organic foods sem er alltaf betra. Líka, ég myndi segja eins og með matvæli, þú veist, fiskur og kjöt og svona. Þú veist, þetta er svo bara laxeldisfiskar. Akkurat. Þú veist, nei. Bara nei. Var ég búin að segja þér þegar ég var að vinna náttúrulega í fiskvinnslinni? Já, Bára er náttúrulega pró, sko. Og við vorum að fá fokkin hrognin, eldishrognin. Þetta voru svona eins og pungar, þú veist, með ykkur drasli sem maður svona skellir á okkar band sem fyrir og fristir það síðan. Já. Og ég var eitthvað svona, þú veist, koma við þetta. Já, ángrís. Aðeins að klípa í, já. Að því eitthvað svona, þetta er kavir, eða skilur að því ég elskar kavir. Svo kristi úr, það kom bara fullt af krabbameini út. What? Og það krabbameini var svart og þetta var bara svona eins og kórallar sem voru bara eitthvað. What? Og hvað það skrítið? Já, stundu grænt á litin. Já. Og þú veist, þetta var bara á leiðinni í fristinn og svo bara í einhverja maukvél og bara við erum að fara að éta þetta bara með kavir. Og var þetta laxeldisfiskur eða?
ég veit ekki hvort það var lax en þetta var alltaf eldisfiskur, já. Akkurat. Þannig að þú veist, maður getur alveg ímyndað sér hvernig þú veist, laxinn lítur út, þú veist, það kannski vantar á hann eitt sporð og svo kannski bara eitthvað, þetta er líka bara drullið sorglegt, ég veit þetta er ógeðslega sad að sjá þetta. Ógeðslega sad og við erum bara að éta eitthvað holdsveika fiskar, skilur. Ándjóks, já, við erum bara ógeðslega lasnir þarna og erum bara að drepast og já, þetta er svolítið sick, sko. Bara galið. Já, ég bara viðurkenni, ég er ekki búin að borða fisk ógeðslega lengi og þetta er eiginlega bara svona eina ástæðan, þegar maður er bara smá svona hvaðan er fiskurinn að koma, plast í sjónum, en samt. Líka bara sjórin, ég er bara komið þangað, sjórin er bara svo ógeðslega toxic, það er svo ógeðslega mikið að sitja í sjónum og plast og alls konar og þú veist, það er bara, þú veist, fiskurinn borða plastið, við borðum fiskinn, étum plastið líka, eins og við séum ekki að fá nógu mikið að plasti úr öllum öðrum matvælum. Ok, ég er að verða bara svona upptjúnuð á þessum umræðum, sko. Ég veit það. En ég bara svona, mér finnst bara tilhugsunin þú veist, hvað bara mannfólkið og bara þeir sem að, þú veist, ráða því society, bara svona the biggest influences, hvernig finnst þeim bara í lagi að eitra svona fyrir jörðinni bara? Þetta er orðin henni bara svo ógeðslega mikil vítahringur. Þú veist, þetta er náttúrulega bara, það er einhvern veginn örugglega bara, þú veist, þetta er bara svo mikil keðjuverkun og það bara fólk er ekki að ná að enda þetta. Þú veist, og það er náttúrulega bara snýst allt peninga og... Nei, það er málið, þetta snýst alltaf ekki peninga. Já, við, þú veist, mannfólki erum bara eitthvað, þú veist, einhver hjörð hérna fyrir þeim og þú veist, það er bara, skiptum þannig ekki máli. Já, en þú veist, þau eru mennsk, skilur sem er að stjórna þessu. Já, en það er bara verið að hugsa raskati á sér. Þannig að það er náttúrulega bara svoleiðis. It's all about the monies. Þetta er bara, þú veist, mér hefur alltaf fundist þetta að vera svo galið, bara hvernig, þú veist. Ég meina, þú veist, það er að finnast bara plastagnir í bara fóstrum, skilur, bara í bara newborn babies. Þetta er insane. Þú veist, þannig að þetta er skrítið hvað við erum að innbyrða mikið af rusli og ég meina, verandi hér að segja þetta að þá er maður samt einhvern veginn ennþá að því og þú veist, það er fullt sem ég er ennþá að gera meðvitað og er bara eitthvað, ok, þú veist, ég veit ég er pott að fá fullt af plastauknum með því að vera að neyta, þú veist, tannmat eða vera að borða þetta, eða gera þetta, eða drekka þetta, skilur. Herðu, by the way, bara núna ætla ég að fucking henda skurðabrettinu mínu, plastskurðabrettinu mínu. Það er einmitt líka, já, einmitt ég er líka með plastskurðabrettinu. Svo keypti ég eitthvað voða fínt svona, svona viðar skurðabretti. Mér langar í þannig. Já, og svo er ég bara ekki eins og nota það. Ég er bara að geymi brauð á því og hvað? En sko, það er bara til sínis. Á maður samt að skera, þú veist, kjúkling og eitthvað svona á skurðabrettunum með það? Já, ég bara þrífa bara með sápu, plastbustunum þínum. Já, af því ég man sko í gamla daga, þá vorum við alltaf með, þú veist, ristabrauð á svona litlum svona tréplöttum. Svo heyrði maður eitthvað svona, já, þeir mygla og eitthvað með tímanum. Svo getur vel verið líka að það sé búið að kóta alla þessa platta með einhverju dæmi. Ok, þannig að eina sinsin er eiginlega fyrir mig að fara út í skó og búa þetta til sjálf, saga niður. Bára bara búið til organic skurðabretti fyrir ykkur. Máka það gott. Eða bara fara bara eins og, þú veist, gamla dag og bara ferða bara út á gangstétt með fiskinn og bara flá hann þar og skera út á götu og bara vera til. Hvar vorum við samt? Við fórum að tala um ostinn og... Já, það er náttúrulega alls konar shit í þessu. Ef maður gefur sér tíma, af því að maður hugsa um bara ostur, ég hugsa bara eitt innhaldsefni. Hvað getur mögulega verið að af hverju í fokkanum eru allir cheddar cheese eða cheddar ostur gulur á litinn? Út af því að það er litarefni. Af hverju er hann, hverjum datt í hug að láta okkur halda að cheddarostur eigi að vera appelsínugulur? Af hverju getur hann ekki bara verið gulur? Það er bara það búið að setja svo mikið af efnum í. Já, en hver ákvað það bara, cheddar á að vera appelsínugulur og við ætlum að lita hann hvern einasta cheddarost? Já, sko, þetta er svo eitthvað myndið svona, allar varir eiga að vera grænar. Já, og nú eru allir með varalit every day sem er græna litin. Spes, eins og þau eru bara svona, við veitum ekki að þessi cheddarostunum við lítum hann. Sko, don't get it. Síðan finnst mér líka svo áhugavert, þú veist, að það er ógeðslega mikil munur á náttúrulega líka bara matvælum í Evrópu versus í Bandaríkjunum. Já. Af því að það er svo ótrúlega mikið af efnum sem eru leyfilegar í Bandaríkjunum, sem eru bara bannaðar í Evrópu. Já. Og þetta er galinn listi. Nema Trump er náttúrulega að
koma þessi í jafnvægi. Hann náttúrulega búinn að Já, skipa Robert F. Kennedy í Robert F. hlutina. Kennedy eitthvað að kíkja á þetta, en þú veist, þetta mun taka bara forever. Sjálfsög, ég meina, þú veist, þeir eru með 70 og eitthvað vaccines fyrir newborn babies, þannig að það er Það ekkert er bara skrítið þó insane. að, þú veist, það Já, sé hvað þetta er hlutföllin mikið. bara af, Já. þú veist, crippled human beings, skilur við. Já, þú veist, þetta er líka bara ógeðslega mikið af svona skrýtnum hlutum sem bara svona, þetta er ekki nauðsynlegt, skilur Já, bara ógeðslega mikið af random shiti sem að meikar enga sens þarna. Já, ég var að sjá hjá einum svona lækni sem endar í Bandaríkjunum en talaði mikið matvæli og þú veist, clean eating og svona og hann var að sína frá, þú veist, að því að fólk tala svo oft bara þú veist, ég borða þetta því ég var lítil, þetta er allt í lagi með mig í dag. Málið að innihaldslýsingarnar þá versus núna ekki þær sömu. Nei, það er búið að bæta E og Það er búið að bæta, þú veist, YC þetta eru sömu vörurnar innan gæsalappa en það er búið að, þú veist, þú getur skoðað gamla pakningar og nýja pakningar og þetta er bara svaka listi og svo meðan hitt var kannski einhver 4 innihaldsefni. Já, einmitt, að það er búið að setja hérna, já, við viljum þessi pakki, hann dugur í 2 ár en ekki í 2 mánuði, þannig að við komum þessum rótvarnarefnum inn og við viljum að, þú veist, það sé aðeins dekkra á litin kókupössið og meira svona eins og kakó en þá setjum við hérna þetta efni í eða bla. Já, nákvæmlega, þú veist, og mér finnst það líka bara svona, þú veist, það kemur öllu svona, þú veist, líka bara eins og þú veist, fólk að gefa börnunum sínum þetta og maður fær alveg bara svona, þú veist, auðvitað það að borða sjálft að gefa börnunum sínum þetta og ég fæ bara smá svona, þú veist, þetta bara svona þið eruð líka, þú veist, ábyrg því hvað þið gefið börnunum ykkar upp á vissum aldrei náttúrulega þetta, maður náttúrulega getur ekki stjórnað þeim forever, eða þú veist, maður ekki stjórnað þeim skilur, en þú veist, það er bara svona, en þetta er svona líka svona, þú veist, viljið þið ekki að börnin ykkar séu heilbrigð og líði vel og þú veist, og þið þurfið líka að sýna example og þú veist, vera þá að borða hollt og hafa hollan mat á heimilinu og auðvitað eins og ég segi, þú veist, það er allt í lagi að fá sér ís og kökur og alls konar og nammi og þú veist, það er bara ekkert á því, þú veist, bara við verðum aðeins að fá að lifa little, en þú veist, í heildarmyndinni að reyna að velja, þú veist, hollari kostin. En veistu, ég er samt eiginlega bara komin á þann stað að það er bara ekkert í lagi að vera að fá sér bara franskar og kökur og sykur og... Samt, við dreifum stöld, mér er smá drull, sko. Þú veist, ég fæ smá svona, þú veist, svo lengi sem þetta er ekki eitthvað svona daglegt brauð, fattarðu? Já, en málið er bara að þetta er svo addictive leið að þú ert búin að opna fyrir það. Þá bara vera með smá sjálfstjórn, skilur. Sko, Get your shit together. Ég er nefnilega... Ég held að ég er eftir að verða meira þannig að þú veist bara búa til sælgætið bara frá grunni sjálf. Já, svo er náttúrulega hægt að gera eitthvað svoleiðis ef þú hefur tímann í það. En þú veist, en svo reyndar kemur þá þetta, skilurðu, maður er exposed to it alls þar annars staðar, en ekki það ég er náttúrulega búin að vera vön því svolítið mikið að preppa matinn minn og allt það, en það er einmitt bara svona þegar þú ætlar að vera hluti af samfélaginu, fari í afmæli eða fari í veislur og eitthvað svona og veist ekki hvað hráefni er notað í matinn. Já, eða á hverju það er eldað eða í hverju það er eldað. Þannig að þú veist, þá tekur maður þessa sjansa, en þú veist... En þú ert að velja fyrir sjálfa þig og þú ert þeim stað að þú getur gert hlutina sjálf. Já, þá reynir maður að svona, allavega þú veist, þegar maður er farin að pæla gett mikið í þessu, þá er alveg pínu erfitt að setja samviskuna on the side og bara eitthvað stuff í sig, skilurðu. Já, en síðan er þetta líka svo ógeðslega mikið, þú veist, þegar maður er komin down the rabbit hole og farin að pæla svona ógeðslega mikið í þessu, þetta verður alveg pínu overwhelming. Að sjálfsögðu. Þetta er svo rosalega mikið og það er svo rosalega mikið. Það verður overwhelming fyrst. Já, þetta er samt, mér finnst ég alveg enda að vera bara overwhelmed yfir sumum hlutum, skilurðu. Þú veist, þetta er bara, þú veist, það eru plastagnir í teinu, það eru plastagnir í sensjóbókunum, það er, þú veist, í kaffibókunum, það er... Já, plastið, sko. Já, þú veist, það er bara allt, skilur, það er einhvern veginn, þú veist, það liggur við bara að vatnið sem þú drekkur úr krananum er ekki nógu filtrað, skilur, þú veist, og það er alls konar í því, þú veist, þannig að það er bara, það er einhver agnar að koma upp úr lögnunum, skilur, það er alls konar. Já, en þess vegna á maður líka bara held ég að normalæsa það oftar að taka alveg detox. Já, bara í stólpípu. Nei, bara eins og the light system therapy sem náttúrulega er það nýjasta hjá The Ward. Já. Ég fór náttúrulega á konferensinu daginn, þetta er ekki eitthvað ad eða spons, ég er bara að segja, þessi ljós, þetta er náttúrulega því þú veist alltaf að tala red light therapy er náttúrulega orðið viðurkennt í dag og allir nota red light fyrir húðina og bla. Algjörlega, viðurkenni þarf að vera duglegri því. En þú veist, þetta er bara all the colors therapy og bara hjálpar í rauninni bara líkamannum að vinna á þeim kvillum sem líkamann er að vinna í, bara hvað svo sem það er, þú veist, þú getur verið með þetta vandamál, ég með annað, ljósin eru bara að hjálpa líkamann að hýla. Já, þetta er eitthvað svona frequencies. Já, frequencies sem hjálpa líkamann að hýla og detoxa.
Okay. Og þess vegna á maður að fara í saltbað eða sána eftir á og ég er tvisvar búin að testa þetta theory og ég skipti þá var bara, þú veist, lokað. Það var eitthvað sunnudagur fyrsti eða hvað sem það var, hvítasunna eða eitthvað og ég komst ekki í sána og ég fekk bara heiftarlega í magann. Já, alveg. Já, og bara líka við finnum leiðir til þess að losa toxins, af því að þetta losar þau líkamannum og ef þú veist, kemur þið ekki út, þá það circulating og þá bara annarkvort ferðu upp eða niður. Já, great. Já. Þú veist, bara, there's only one way. There's 3 ways. Já, reyndar, en þú veist, ég skil hvað. Flestir myndu vilja svitna þessu bara út. Já, eðlilega. Það verður að fá bara eitthvað í magann á henni. Já, en þú veist, bara þetta er svo merkilegt að þetta sé actually hægt, af því að þú veist, ég hef oft pælt í því bara, mér langar að gera heavy detox, en hvernig, hvaða prótókoll, hvaða efni, af því þú veist, svo langar mér líka alveg að prófa svona up the butt og bara skóla allir út, hvað svo sem það heitir. En svo er líka... Ristilskólun eða eitthvað. Já, nefnir bara, stólpipa bara? Nei, þetta er alveg upp í maga, sko. Já, það er ekki bara stólpipa, er það ekki bara eitthvað svona til þess að skóla fyrir... Nei, ég held að það sé, þú veist... Sex pam? Og ég er alltaf að fara í stólpipu, bara, nei. Nei, ég held að það sé alveg bara ristil hreinsun, sko. Ég er ekki kvótum á þetta, ég er ekki 100%. Nei, en af hverju fer fólk það actually í bara svona 2 tíma session og eitthvað, skilur alltaf, og sér bara slönguna með öllum, þú veist, sveppunum og bullshitinu, ormónum og eitthvað sem kemur út. Hefur ekki séð þetta á Instagram, eða? Nei, af hverju veit ég að skoða þetta á Instagram bara? Nei, þú veist, þetta kemur alltaf eins og suggestion hjá mér. Hún á eftir að víla þetta. Nei, þú veist, þetta er bara eitthvað svona heavy detox protocols og eitthvað og ég er alveg fór eitthvað að skoða svona að þú veist, ég er eitthvað sushi og mér langar ekkert að vera með orma inni mér, skilur við, þannig að bara how to kill them motherfucker. Já, ok, ég skil. Deworm yourself. Já. En þú veist, ég held það sé samt bara ekki ristil skoðun, þetta er bara ristil, hreinsun, skilur við. Já. Ristil skoðun allt annað. Það var þetta að losa fyrst. Já, það er alveg svona undirbúningur einhverja daga og eitthvað, ekki? Jú, ég held að. Ég er bara ekki kunnuð það, en ég held að. En allavega, já, það er náttúrulega, þú veist, leiðir til að hreinsa. En þú veist, ég meina náttúrulega, maður vill frekar reyna að koma í veg fyrir það, skilur, þú veist, en það er bara erfitt. Ég held að sem er gott að ná að hreinsa svona. Algjörlega. Þú veist, fólk talar að þú veist, ristil krabbamein og annað, það er oft bara uppsöfnun af eiturefnum og toxin sem verður eitthvað bullshiti, skilur. Já, alveg eins og með, þú veist, bara sníkjudýr og svona, þú veist, við pottet öll með einhver sníkjudýr í okkur. Já. Ég meika ekki, sko. En þú veist, það eru margir sem tala um að taka svona dewormization, skilur, og bara hreinsa og einmitt, þú veist, það bara sér ormana bara vera að fara út úr húðinni og eitthvað svona alls konar og já. Þannig að þetta er alveg svona be prepared dæmi, sko, ef þú ert að fara í svona og þú veist, bara, einmitt. Sign me up! Gera eitthvað research og eitthvað svona, en einmitt, þetta er bara, ég meina, þú veist, ef maður pælið, þú veist, dýrin, hestarnir og allt þetta, þau fá ormalyf og alls konar og ég meina, þú veist, börnin á leikskólanum geta fengið njálg og ég meina, þú veist, þetta er alls konar. Já. Og það er, þú veist, það eru bara einhverju ormar sem við finnum fyrir og manneskjur geta náttúrulega þetta fengið alls konar. Þannig að það er alveg spurning, hvort maður sé með einhver sníkjudýr í sig sem maður er ekki meðvituð og eitthvað sem getur að koma bæði úr matvælunum og alls konar og... En þú veist, svo vill maður ekkert vera að éta bara eitthvað fullt af einhverjum lyfjum af því þú veist, það er alveg leiðið til þess að, þú veist, taka svona bara cleanse bara með vítamínum eða einhvers slags skilur þannig náttúrulegum hlutum. Sko, já og nei held ég, af því að ég held þú þurfir alveg, ef þú ert í alvörinu með einhver raunveruleg sníkjudýr sem eru að þú veist bara doing you harm. Já, en ef þú ert ekki með það, heldur því langar bara svona overall að detoxa. Já, en ég held þú veist að það sé alltaf svona, þú veist, þú þurfir alveg að taka svona og þú veist, fyrst þarf það, þú veist, skólar mann út og svo þarf það að, þú veist, kill the babies. Já, kill the babies og bara hreinsa, skilur. Þú veist, þannig að það sé ekki bara alltaf að taka eftir saman hringinn, skilur. Ef þú ert með orm inni ættir þú samt ekki að finna fyrir eitthvað svona, einhverju hreyfingu eða kláða eða eitthvað? Nei, ég meina, þú veist, þú ert með alls konar shit inni þér og finnur ekkert fyrir því. Ég meina, þú veist, bara, þetta er eins og, þú veist alveg heilin okkar, við finnum ekki sársauka í heilinum. Finnum við ekki sársauka í heilinum? Heilin er ekki með sársauka, boð. En maður finnur samt stundum eitthvað svona... Höfuðverk? Nei, eða bara eitthvað svona, ég veit það ekki.
það eru nokkur líffæri, googlaða, sem eru sársaukalaus í líkamanum. Tjekkaðu. Weird. Ég hef sagt eitthvað frá því, þannig að ég allir, ég vissi þetta heldur ekki fyrir svo lengur síðan. Googlað, you have your phone. Skrifa bara í AI, hérna, þú veist, which organs or, þú veist, hérna, hvað sem bara, don't we feel eða eitthvað, já. Þetta nefnilega áhugavert. Don't have pain sensors? Já, basically, já. Okay. Það eru nefnilega nokkur og mér fannst það mjög áhugavert og heilin einn af þeim. Several vital organs lack direct pain sensors. The brain itself is entirely painless. Já, þannig að þegar þú fyrir hausverk og svona, það oftast, þú veist, hérna, svona bólgur utan á og svona. Og hérna, other internal organs like the liver, lungs and kidneys also lack pain receptors with their actual tissues. En ég meina, fólk fær samt alveg illt í kidneys eða það með kidney stones. Nei, þá fær ekki beint held ég í nýrun, þetta bara svona, þú veist, það með eitthvað svona pain, þú veist, það ekki beint, þú finnur ekki fyrir því sjálfu, skilju. Þetta eitthvað svona í kringum. Þú veist, alveg eins og þú veist, bara lifrin og allt þetta og náttúrulega lifrin bara, þú veist. Hérna, in the brain, pain is only felt when membranes or blood vessels surrounding the brain are disturbed. Já. Ok, þannig að... Það einmitt áverið, það fullt af líffærum inn í okkur bara sem við finnum ekki fyrir, eða þú veist, finnum ekki fyrir sársauka. Já. Og ég meina, þú veist, og eins bara, ég meina, þú veist, þú finnur ekki fyrir hægðunum þínum, skilur við að fara, oftast ekki allavega, skilur við ekki, sem bara eitthvað, fá einhvern ristilkrampa eða eitthvað, skilur við. En þú veist, maður finnur náttúrulega ekkert fyrir, það er bara mjög skrítið að maður myndi alltaf finna fyrir öllum líffærunum og öllu shitinn sem í gangi. Þú veist, það endalaust í gangi og það fullt af einhverjum ögnum og alls konar í okkur sem við finnum ekkert fyrir. Ég að fara að detoxa, bara að fara í worm cleansing. Ég að taka það upp og setja á netið og lega okkur fylgjast með eða eitthvað. Þið verða að kommenta ef þið viljið sjá það verður ógeðslega gott. Ógeðslega gott? Já, ef við fáum 100 comments þá skulum við taka upp allt ferlið. Það bara fyrir í ristil hérna hreinsun. Shit, bara, hvað, myndir þú vilja sjá gumsi sem kemur út? Ég ætla ekki að horfa þetta, þau vilja sjá þetta, ekki? Þú ert alltaf að skoða þetta, I don't know, man. Sko, ég samt ángríns náttúrulega búin að sjá hellinga af þessu vídeóum og þú veist, þetta samt alveg mjög weird að sjá bara, ég man að Pálína Páls talaði ekkert um þetta þegar við vorum í fitnessinu, að því hún fór í eitthvað svona magahreinsun og speglun eða eitthvað svona og hún sagði að þú veist, flestir eru með einhver sveppi eða eitthvað í líkamanum sem eru bara eitthvað staðar inn í maganum og eitthvað og geta, þú veist, þetta getur hindrað upptökuna á matnum og allt þetta og hún fór í eitthvað svona og hún gæti bara séð þetta svona, hún lýsti þessu að þetta væri einhverjir marglittur sem voru að koma út og ég bara svona, what do you mean? What? En svo hef ég myndið séð vídeo af þessu og þú veist, maður sér þetta bara svona grá, svona tjúb eða eitthvað og þá þetta bara það sem er að koma á maganum, skilur Það er mjög skrítið. Það er ógeðslega weird. En þið fá ekki að sjá skít, þannig að... Þið fá literally ekki að sjá skít. Bara ef ég að fara í þetta mission, það var ég að doing it on my own, sko. Ég verði on the side with the camera. En ég meina, ég geti sagt frá því, sant? Mér alveg sama. Já, það var enda mjög áhugavert. Þessi getur við tekið svona þátt sem svona eftir hreinsun á herraplani. Bera á hára, fara í ristilskólun. Bera á hára, ég ætla ekki að fara í svona, kannski fer ég í svona kaffistólpípu. Veitu hvað það? Fólk bara basically að setja sko kaffi upp í raskatið á sér, bara hella kaffi upp í rassinu á sér og fólk verður alveg háði að gera þetta sko. Það bara til fólk sem bara... For the extra caffeine. Bara, þú veist, þetta ávist að vera einmitt voða hreinsandi og einmitt færi þetta kaffi og þetta á bara að vera gett þægilegt og næs og eitthvað. What do you mean? Hvernig ferðu það því? Bara alveg eins og ferði í stólpípu held ég, eða þú veist, þú bara basically hellir þessu upp, þú veist, bara liggur bara með fætnar upp í loftið, skilur við. Ok, svo ferðu bara út í daginn bara? Nei, og svo ferðu bara á klósettið og losar bara öllu og svo ferðu út í daginn. En þú veist, það var eitthvað fólk sem ég sá eitthvað á netinu sem var að tala um þau gerði bara nokkur svona dag og það var alveg svona komið út í að vera bara hættileg, en þeir bara, við erum bara svo hafðir, þetta er svo næs. Já, þetta er bara svo fólki sem var að drekka pissi sitt og eitthvað. Já. Þú veist, maður getur alveg farið down that rabbit hole og séð bara af hverju það ætti að vera eitthvað beneficial fyrir fólk sem er að díla við veikindi að gera það, sko. Já, ég held að þetta sé meira bara eitthvað svona weird addiction dæmi, frekar en eitthvað annað, sko. Já, þú veist, ég allavega, sko, þar dreigi mörkin, sko.
ég held sér lengur búin að draga mörkin þarna, sko. En þú veist, það var samt alveg gaman að fara í einhvers konar detox og jafnvel gefa ykkur svona smá innsýn inn í það, taka eitthvað svona a day of detox, a week of detox, við erum meira eitthvað svona nokkri dagar. Já. En svo þetta spurning, þú veist, með föstur, að fasta er náttúrulega mjög gott að gera það reglulega. Já, ég fasta alltaf frá 16-8. Ég meina bara svona, á daginn, þú veist, hættir að borða þetta kvöldin og byrjar ekki fyrir þetta á daginn. Jú. En ég meina, sko, taka föstur í bara marga daga, skilur við. Já, nákvæmlega, hreinsa bara að þú veist, einmitt. Ég bara hef persónulega aldrei gert það, sko. Nei, ekki heldur. Ég held að það sé örugglega mjög erfitt. Ég held að það sé mjög erfitt. Já, en einmitt, þú veist, ég á náttúrulega 2 börn og hugsa að ég yrði heilalaus, þannig ég þyrfti örugglega að gera það því ég er ekki með þau. En þú veist, maður þarf náttúrulega að gera samt með, þú veist, þú þarft að taka ákveðin steinefni og eitthvað svona með, þú þarft alveg að passa það, sko. En síðan er líka bara að þú tekur ákveðin vítamín á fastandi maga, það fara bara í maga, skilur. Ekki það, heldur þú veist, það er ákveðin protocol. Þannig mátt drekka eitthvað svona, mátt drekka kaffi, eitthvað x mikið, skils mér, náttúrulega drekka vatn og sölt og... Já, te, en sko, ok, veistu, núna myndi ég allt inn eftir, ég tók einu svona detox fyrir einhverja myndatöku þegar ég var að vinna í Unique. Já, þetta. Já, og það var sko, þá keypti ég í heilsuhúsinu sem bæði við búloka, verið kringlunni. Það var einhver tankur, bara lítilega bara svo bensintankur, skilur við, það var tankur af einhverju sírópi, einhverju trjásírópi sem var fyrir the detox og þetta voru einhverju 5-6 dagar. Og þú veist, ég blandaði þessi bara út í vatn, setti sítruna eitthvað með og þetta var ógeðslega vont, þetta var bara eins og bara eitthvað trébörkur eða eitthvað. Já, ok, nice. En þú veist, þetta átti að koma í veg fyrir að þú fengir svona yfirlitstilfinningu og koma í rauninni öllum þessum nauðsynlegu steinefnum inn í líkamann. Já, ok, sniðugt. En ég minna, þú veist, það er til dæmis að tala þegar fólk er með krabbamein eða eitthvað svoleiðis að taka föstur og að því að þetta er, þú veist, krabbameinið fítar á ákveðnum matartegundum eins og sykri og svona. Cancer cannot survive in alkaline environment. Þannig að þú sem þýðir hvað fyrir áhrifum ykkur. Við erum alltaf bara, hlutirnir eru annarkvort, þú veist, basi eða sýra, acid or alkaline. Og það sem myndi flokkast sem acidic, þú veist, food eða eitthvað, það er basically bara junk food og bara mjög mikið af þannig hlutum. Þú veist, allt sem er súrt. Og það hefur verið sannað að, þú veist, krabbamein þrífst ekki í basísku. Environment. Já, okay. Eða, þú veist, ef að líkamegin er basískur, þá getur krabbamein ekki thrive. Og er það þá bara eins og að vera í, fastandi state, eða þú veist, þannig? Nei, það er bara, þú veist, ákveðnir hlutir sem eru basískir í bara fæðunni, sko. Já, sem getur tekið í staðinn. Já, eins og ég man að Hrönn var alveg komin þangað, sko, undir lokin. Já, ég man að hún bara, hún passaði þessu rosa mikið. Hún var alveg bara svona, en þú veist, hún var alltaf með bara eitthvað svona, eitthvað next level krabbamein sem að, super cancer sem alltaf, þú veist. Hún var komin mjög langt þegar hún var, Já, og þetta var ekkert bara eitthvað venjulegt krabbamein. Þannig að þú veist, að öllu líkindum þá gerði hún allt rétt, skilurðu, með við, þú veist. En var bara orðin of langt leið. Já, en ég man að hún talaði með sko, hún var alltaf með sítrunavatn og eitthvað og ég les sítruna og ég hugsaði bara sítruna er súr, það er sýra, það er acidic. Hún bara nei, það er ekki sama. Nei, bara sítruna er basísk. Og þú veist, það er svona þegar maður fyrir að pæla í þessu. Já. Þannig að, hafa þetta bak við eyrað að þetta er líka bara ástæða fyrir okkur ef maður á að pæla í að vera ekki að éta junk food. Já, og við erum ekki læknar og þetta er ekki medical statements hérna hjá okkur, bara svona FYI. Jú, ég er doktor. Doktor Bára hérna. En þú veist, en þetta er samt svona eitthvað sem við höfum actually kynnt okkur, eða þú veist, eða þú veist, þú kynnt þér og við höfum svona smá. Veistu hvað ég heiti á, hvað heitir það, Game TV eða eitthvað? Game TV. Nei, var ekki Game TV bara... Já, það var sjónvarpsþáttur. Hvað heitir leikjanet.is? Þú veist, þegar maður er inn á games... Það er það til. Ok, í gamla dag var það leikjanet. Já. Núna er til svona app í símanum. Já, núna er app í símanum sem heitir bara eitthvað, bara games eða eitthvað. Og þú ferð inn í svona... Þú ert bara með það? Það er bara inn í öllu símum, þú ert með það líka. Nema þú veist, ég hafði skráð mig inn og ég heiti Dr. Svinga. Ok. Ég veit ekki af hverju. Það er þetta ógeðslega fyndið. Þú veist, ég bara, Okkur þetta er bara beauty, við erum bara Dr. Svinga. Nei, ég var alveg, wait a minute,
og þá er þetta bara eitthvað síðan, þú veist, ég var bara krakki, Já, skilurðu. það hljómar eitthvað svona rosalega eitthvað sem þú myndir kýra sjálfa því sem Já. sko, Dr. Swink. Ágríns, ég Love it. bara, já. Það ef þú værir doktor, þá myndir vera Dr. Swink. En já, ég finn þetta ekki. Þetta var góður útúr. Þetta var góður útúr, en þess vegna er ég doktor samt. Þess vegna er bara doktor, já, en ekki medical doctor, þannig að be aware. Já. Ég set í lok þáttarins bara, no doctors were in this. En þú veist, þetta er svona bara eitt af því sem að, þú veist, þarf ekkert einhver doktor til að segja þér, sko. Þú getur bara, þú veist. Já, nei, og svo bara líka. Þú veist, bara hvítur er hvítur, ég þarf ekkert lækni til að segja mér að þetta er hvítur, skilurðu? Nei, mann sé actually grár. It depends on how you perceive it. Sorry, ég með svona þetta perceptive, ég fæ alltaf svona, þú veist. Ok, en þú veist. Hvítur er bara hvítur fyrir þér, en hvað hann er blár fyrir öðrum. Já, en hann heldur samt að hann sé hvítur, skilurðu, af því hann þekkir ekkert annað. Þannig að, já, kannski er hann öðruvísi fyrir mér en fyrir þér, en við þekkjum hann samt saman sem hvítur. Þú veist þetta er samt grár. Tjók. Ok, þetta sjá ekki eins og borðið, þau eru að horfa. En já, þetta er bara, lífið er eins og þú vilt sjá það. Já. Þannig að, en líka, það er bara, þú veist, gott að hugsa það þannig, líka bara, ef þú vilt finna lausnina á hlutunum, þá finnur það. Ef þú verið engan áhuga á því, þá bara sleppur því og gerir bara nákvæmlega svo vilt. Já, en þú veist, bara, við langaði bara point it out there, að þú veist, það er líka bara allt í lagi að reyna að hafa sjálfstæðar skoðanir og það er ekki allt, þú veist, heilagur sannleikur sem kemur frá læknum, sko. Nei, bara eins og bara frá þjóðfélaginu. Já, þetta er allt influenced by a bigger picture, þannig að þú veist, það er allt í lagi að vera með sjálfstæðar skoðanir. Þjóðfélaginu, ætti að segja samfélaginu. Þjóðfélaginu. Same shit. Segjum að þjóðfélaginu. Potato. Oh my god, ég er svo heilalut, ég svaf svo lítið í nótt, sko. Þannig að afsækja ef ég segi stupid shit, þá er ekki fyrst skipti og ekki að síðasta. En sko, býtu, toxic shit, matvæli, við ætlum að, ég ætlaði að segja söguna með þarna því ég fór í Krónuna og fór að leita lífrænu kaffi. Já. Og ég talaði við 3 aðila sem voru að vinna þarna. Og ég eitthvað svona, heyrðu, bara organic coffee. Bara hann eitthvað, já, this is all organic coffee. Og ég eitthvað, nei. Og þá fór ég alltaf inn að pæla, heyrðu, við erum með 3 starfsmenn sem að vinna í Krónunni. Þekki ekki munin á organic shit versus not organic. Nei. Og halda bara allt kaffi sér lífrænt. Og ég eitthvað svona, hvernig stendur á því? Og þá fór ég að pæla á íslensku. Þegar við flokkum ruslið, þá flokkum við lífrænt í ákveðin, þú veist. En það er í rauninni bara heiti yfir, þú veist, hluti sér rotna. Já, það er svona composable. Composable eða, já. Jú, þannig composable, bin, þú veist. Já. En þetta er samt ekki lífrænt. Nei, It's not organic. Af því að þú veist, þetta er eins og við vorum að segja þann. Já, þetta er ekki þetta organic label, þú veist, þetta er ekki organically grown foods. Nei, en þú veist, með ruslið, með plast, þú ert að flokka ruslið, þá ert með lífrænt sem verður að mold. En þú ert samt ekki með lífrænan matarna, nema hann sé vottað lífrænt, er ekki, þú veist, búið að spreyja með pesticide, pöttueitri eða, þú veist, Já, það er ekki þetta sem þú ert að tala um í ruslunum, þú ert að tala um það sem að, þú veist, er lífrænt í maturruslunum. Já, og ég held bara að ógeðslega margir veit ekki munin. Nei. Halda bara allt sem að rotnar, þú veist, bara eins og kaffi, bara grænmeti, bla, sé lífrænt. Það er ekki allt grænmeti og ávextir lífrænir. Nei. Bara alls ekki. En þú veist, þú þarft að leita að the label, að því að þú veist, bara þú getur verið með bara huge kartöflu sem er bara eitthvað gene modified og þú veist, er bara ræktuð með eitthvað slags lab til þess að gera hana stærri og flottari og bla, fucking bla, alveg sem er blábærin sem kaupir í tunnunni, það er ekki blábæri bara það þeim, sko. Nei. En svo kaupir blábæri sem eru organic, pingu lítil og þú verður bara, sko, blár alveg hér á því að borða 1 ber. Bara svo blábæri sem finnur út í bara berjum á. Já. Sko, já, síðan er líka bara, þú veist, það sem ég finnst að allir ætti að vita og allir ætti að gera og ég móna allir vita þetta, að skóla og hreinsa grænmeti og ávexti, að þetta er allt sprautað með pesticides og þú veist. Já, en þú veist, eins og þú veist,
ef þú setur á þig eitthvað á húðina sem er með eiturefni, það fer inn í, það er ekki nóg, bara kaupa organic en það gerir allavega eitthvað, skiljum, þú veist, bara at least, þú veist, bara svona það hlýtur að vera einhver, eða þú veist, minna og með þá vinegar eða matasóta ég er endar að viðurkenni, ég skóla þetta bara með vatni, sko ég hef bara ekki komin lengra það, en þú veist, síðan, jú, veit maður alveg, fólk er að nota held ég svona bengsóta og eitthvað svona sérstaklega jarðarberin og eitthvað og skólaði þannig en ég bara hef ekki prófað það sko. Já, ég veit að fólk er að gera það við lífræn jarðarber, bara upp að sjá hvort þessi ormar í þeim. Já, hefur séð líka eins og eplin, að það er stundum eins og svona hú. Það er vax. Já, akkurat, og maður á að nota þess hérna voltvatt til skóla og það er bara legit, ég hef testað þetta og það hefur komið bara svona skán. Já, ég líka, og líka hérna sítrónur, börkurinn, já. Ok, maður reyndar að geta svona svo mikið börk, já, maður setur hann stundum út í náttúrulega. Já, en hérna, sko, kona elsta bróður minns, hún var alltaf með svona lemon juice á æfingu og hún setti basically bara sítrónur í heila lagi í blandara með vatni bara, og það var bara ógeðslega creamy og geðveikt bara eitthvað svona eins og eitthvað svona shake og ég eitthvað, vá, hvað er eitthvað lukkar vel hjá þér. Örgulega það börkurinn er örgulega líka alveg fullur einhverjum hún sagði það, hún sagði ég seti bara í blandara með börkinum og það verður svo creamy og eitthvað svona, ég eitthvað, þetta var fyrir einhverjum ári síðan, ég fyrir að kaupa bara fullt af sítrónum, bara ég blandara með þetta og svo er ég bara eitthvað hvað er þetta? Bara eitthvað chunks af eitthvað ógeði og það var náttúrulega þegar voru ekki lífrænar þannig að þetta var allt út í vaxi. Ó nei, já, og þannig áttaði ég mig á þessu, ég bara, fuck. Já, everything is sprayed and þetta er rosalega erfitt, þetta er rosalega svona, þetta er rosalega erfið staða fyrir okkur mannfólki núna að við erum bara, þú veist, öll þessi efni og líka bara, þú veist, sérstaklega, þú veist, eins og bara unnar kjötvörur og allt þetta. Þetta er bara svona... Alltaf skinkur. Með þessi bara kjúklingaskinka sem er með græna skráargatnarnir sem á að vera geggja. Þú veist, það er eitthvað, þú veist, eitthvað bindiefni og bla þú veist, það er allavega eitt Það er eitt í því, einmitt. En svo er það þarna minni með 250 eða eitthvað. Það er víst bara eitthvað svona ógeðslega slæmt af því að það er krabbameinsvaldandi og og eitthvað svona var komandi í fréttunum fyrir ekkert svo lengur síðan. Það er í pulsunum með það? Það er bara í öllum skinkum og hvort það sé efnið sem að gera kjötið rauðara. Þú veist, ekki 100% en ég held að sé það. Já. Tjekka ég bara á því, minnum ekki alveg. Nei, bara sko, ef ég sé vöru sem stendur eitthvað þá kaupi ég hann ekki, sko. Men það er bara í 95% af meira, þú veist, af matvælunum. Já, öllu sem er unnið, já. Og svo líka helvítis hérna... Sósur og annað líka. Já, hérna í sósunum, repjólían. Já. Helvítis repjólían, sorry. Bara, hún er öllu. Ég veit það, en þú veist... Þú veist, þú bara ekki hægt að kaupa keks og það er repjólían í keksinu, skilju. Ég veit það. En mér finnst samt svona, þú veist, þess að þú ert að kaupa keks frá, þú veist, Sollu, sem eru lífrænt vottar, íslenska vörur. Það er ekki repjólía eða eitthvað svona í því. Og sem betur fer, þá er, þú veist, komið fullt af fyrirtækjum sem eru organic. Sem eru líka bara að, þú veist, passa upp á þetta og þú veist, og jafnvel örugglega einhver íslensk fyrirtæki líka. Já. Þannig að þetta er svolítið bara svona veljiði hollærkostin, reynið að velja lífrænt, ekki allt sem er lífrænt, skilur. Herru, fun fact, lífræn egg versus ólífræn egg, veistu muninn á þeim? Nei, hvað það? Gulan er actually ljós gul á litinu í lífrænum eggjum en hún er appelsínugul í venjulegum. Ég teki eftir þessu. Yep. Ég hef ándjóks séð þetta en þú veist, ég vissi þetta ekki samt, sko, en þú veist, ok, áhugavert. Þú veist, bara svona... Þegar maður sér svona free-range chickens... Já, nei, þú veist, free-range, þeim er samt gefin þá ekki organic fæði og þar af leiðandi ósprautar og bla. Er það meira bara svo, þú veist, hvað er það, grass-fed chickens? Þú veist, það er grass-fed beef og svona. Ég veit það, en það þarf náttúrulega að vera organic, þú veist, lífræn ræktun, þá fá þau lífrænan mat og... Það er einmitt, þú veist, hvernig eins og með, þú veist, matvæli sem eru lífrænt ræktaðar, það er einmitt af því að það er verið að gefa dýrunum lífrænt fóður. Já, og... Af því þú getur ekki bara eitthvað, þú veist, bara segjum sér dæmi ef það ætti að fara, þú veist, kála okkur og einhverjur þursar var að fara að éta okkur hérna. Og við erum búin að éta hérna bara eitthvað McDonald's, skilurðu, og svo eru þeir bara, hér er lífræn manneskja, þú veist, ekki úrnar að éta McDonald's allar næfi, sko. Ekki lífrænar hérna, voru fullar af plasti og einhverju við. Þetta eru svona unglegar að við erum bara hérna með fullt af efnum í okkur. Tjók.
Ég myndi einmitt halda að það myndi hafa áhrif. Já, nei, þetta er það sem er að halda okkur young and beautiful. Já, öll rotvarnar lifum lengur fyrir vikið, endumst aðeins lengur í hillunni. Nei, ég meina, þú veist, ég man eftir að það var ekkert um að sagt að, þú veist, Amerikanar, þeir rotna eiginlega ekki. Nei, jú, að þeir rotna hægar, að þeir geta sem ekki oh my god, já, ok, kannski lifa ekki af, en bara eitthvað, já, þau eru bara decomposingan í róliheitunum. Já. Ok, áhugavert. Herðu, það var ekki síðan, við ekki bara að call it, við erum komin í 45 minutes hérna á þátt og við ætlum bara að fara að negla það shut down. Ég veit ekki eitthvað satt svona, það var mjög skrítið. En já, þannig að við allavega erum búin að koma einhverju hérna framfæri með matvæli og svona vonum að þetta sé eitthvað sem að þið skoðið og passi upp á og pælið í, af því að þetta er alveg mikilvægt fyrir ykkur og future peoples. Já, ég meina, af hverju ætti maður ekki að vilja hafa áhuga á bara, þú veist, ég myndi vilja vita ef einhver var að eitra fyrir mig daglega í mötuneytinu, þannig að af hverju ætti ég ekki að vilja að einhver er að eitra fyrir mér það er einhver að eitra fyrir okkur daglega allsstaðar. Ég veit það. En síðan líka bara gott að vita það fyrir ykkur sem er í börn. Maður segir alltaf, þú veist, ég myndi deyja fyrir börnum mín, en myndirðu lifa fyrir börnum þín. Þannig að passi upp á mataræði og hreyfingu og allt saman. Og mataræði hjá krökkunum. Já, exactly. By the way, sorry, bæti einu við, fór í húsdýragarðinn daginn með vinkonu minni frá Ísafirði sem að... Já, fórst ekki bara einn. Nei, ég hefði samt alveg gert það, sko. Það voru gríslingar hana. En við endum á því að fara í einu kaffetýrjuna sem var á svæðinu. Auðvitað gat ég ekki keypt mér neitt. Nei. Þegar ég var bara á gati, þú veist, það voru fullt af fjölskyldum hana, allra guffi í sig, annarkvort pulsu eða vöfflu með einhverju, þú veist, Nutella á og svo voru bara eitthvað svona 17.000 súkkulaðistykki og ég fekk smá bara svona, hvað með mig? What about the healthy people? What about the healthy people? Þú veist, hvað með fólkið sem actually, þú veist, er ekki sama? Já, en ætla þetta sé kannski svona fólk heldur að sé að leyfa sér að það þarf að fara í eitthvað svona Nei, ég held bara ángriðs að þetta sé bara eins og að labba inn í bara back to the 80s. Þú veist, þau þurfa bara að fara að girða sig og fara að, þú veist, koma með eitthvað svona næringaríkt eins og mötuneyt í skólanum, þau eru orðin meira meðvituð þetta og krakkar með ekki komið snúð í skólan og allt þetta, skilurðu. Já, það komur svona af og til svona þannig að hús og skemmtigarður húsdýra og fjölskyldugarður. Já, Bára er sem sagt, já, barnlaus. En já, ég skil hvað mínar. Yes. En bara einmitt, förum og gerðum okkur í brók og reynum að vera hollari og mælum með þau fyrirtæki sem eru með matvæli að bjóða upp á hollari kosti. Já. Ef þeir eru að hlusta. Yes. Herru. Over and out. Over and out. Until next time. Vonandi mun ekki liðin slant á milli. See you guys on the next... Erum alltaf að gera þetta? I'm so bad at this. Akkur kemur þú alltaf eitthvað svona eitthvað? Ég veit það ekki. I don't want to do this anymore. Nei, það er því að þú notar alltaf þessa hendi. Hvað á ég að gera? Þú notar þessa. Gaur. En ég með svo litla putta með þína. Sérðu, þetta er bara, þetta er bara. Ok, herðu, allavega. Bye. Bye.